Komið sæl og velkomin í Mósaík. Jens K.R. Guðmundsson starfaði lengi vel við að skrifa pistla poptónlist í Dagblöð og Tímarit og gaf með annars út popbókina hér árið. En nú kennir hann skrautskrift og við litum í heimsókn til hans. Ég heiti Jens Guð og ég kenni skrautskrift og skrifa skrautskrift. En ég nú menntaður grafískur hönnuður, auglýsingateiknari. En hef svona skrautskriftina sem eins konar sérfag. Ég var í myndlist- og handíðaskólanum 1976 til 1980 og þetta var fyrir daga tölvunar og allra þeirra vinnubragða. Og þá var voða mikið verið að kenna skrautskrift og verið mikið að spekulera í skrautskrift. Það voru ýmis fyrirtæki sem höfðu nöfnin sín, skrifuð með skrautskrift og þá var þetta bara eitthvað sem mér þótti mjög skemmtilegt. Ég nú mikið við að kenna skrautskriftina og það kannski aðalverkefnin. En svo líka fyrirtæki að gefa bækur til útlanda og það meistarabréf og það viðurkenningaskjöl og það alls konar kort og þetta mikið tengt gjöfum, einhvers konar gjöfum. Það til dæmis mikið fyrir jól oft að gera. Og í rauninni hefur aukist mikið eftirspurn eftir alls konar skrautskrifuðum hlutum eftir að tölvunar kom inn á markaðinn. Vegna þess meðal annars að núna svo auðvelt að framleiða svona skjöl og svo sækja menn í að hafa handunnið letur eða handskrifað á þetta frekar en í gegnum tölvu. Svo líka að græjurnar sem að menn nota við skrautskrift, þær orðnar miklu ódýrari og auðveldari og miklu meira framboð af þeim. Núna konið til dæmis þessi fínustu skrautskriftarpennar sem bara kosta innan við 200 kall. En þegar ég var að byrja í þessu, að byrja að læra 76, að þá var kannski, ef maður með við núverið, þá var kannski eitt skrautskriftarsett, þetta var kannski 7-8 þúsund kall. Það kom einu sinni til mín á Akureyri maður á námskeið sem var með skemmta taug einhverja í upphandleggsvöðva og kom á námskeiðið að vita hvort hann geti lært að halda niðri alveg stöðugum handskjálfta, hann titraði alveg stöð svona á honum hendi. En ég kunni ekki neitt ráðið því og kannski það ráði ekki til heldur. En svo þegar maðurinn fór að skrautskrifa og stafirnir þeir allir voru svona eins og titrandi, en þegar hann fór að skrifa texta og allir stafinir titruðu svona jafnt, þá var þetta svo flott, það var svona effekt að ég svona næstum því öfundaði af því að vera með þessa taugaskemmd. Það allir sem að skrautskrifa og skrautskrifa dálítið mikið, að þeir alltaf að leita eftir einhverju nýjum farveg í skrautskriftinni og svo koma upp tískubylgjur varðandi skrautskrift sem að svona, ég segjum til dæmis bara í músíkstíl. Sú músík sem ég sæki í, sú músík sækir dálítið í skrautskrift eins og dauðarokki og black metal og þess að það mjög mikið notað skrautskrift og þar hafa menn verið að íkja alla svona harða odda og reyna jafnvel að fá svona eins og afbrigða eins og spjótsoddum og þess að fyrirbærum inn í og svo líka svona eftir því sem tölvur koma inn í og fleira þessar að þá svona hafa menn ýmsa möguleika til að leika sér og svona leita nýrra leiða en samt virðist sem svona þessi hefðbundna klassíska svona skrautskrift eins og við þekkjum úr hausnum á Morgunblaðinu og fleiri dagblöðum að
skrautskriftin í dálítið föstum skorðum og svona klassísk. Það svona klassískt form á henni.